Komiði sæl og blessuð elskurnar mínar. Verið velkomin í þátt númer 2 í podcastin okkar Einingunni. Við sitjum hérna saman. Ég er Hrafnkatla. Og ég heiti Jón og komiði sæl elskurnar og hjartalega velkomin í þáttinn til okkar. Við ætlum í kvöld að ræða egóið sem að við öll þekkjum og fjalla það svona frá svolítið svona víður. Jón minn, ég ætla nefnilega að sjá til þess að það gerist ekki það sem gerist síðasta þætti, að þú tókst yfir og talaðir of mikið. Þannig að nú verður þetta bara svona. Já, í þessum þætti ætlum við að fara fjalla egóið og okkar upplifunar því hvernig það svona bæði hjálpar okkur í jarðlífinu og það hamlar okkur á ýmsan hátt. Og mig langar að segja, til þess að koma á jörðina og í jarðlífi, þá þurfum við að tengja okkur við egóið. Það er svona einhvern veginn óhjákvæmilegt. Skulum nefna sem dæmi, ef við kæmum til dæmis hérna og værum komin á jörðina án alls egós, þá í rauninni myndum við líklega sitja og horfa til loftið, okkur liði mjög vel og já, við myndum ekki koma inn í framkvæmd af því það er, við myndum bara flæða. Við erum handan allra andstæðna, við finnum ekki þessar tilfinningar sem við finnum hérna. Nú erum við komin hérna í jarðlífið og til að klára ýmis verkefni, við eigum samskipti við okkar fólk, fjölskyldur og svona, við myndum líklegast bara, já, þannig að við viljum koma inn á það, að þetta er nauðsynlegt að tengja okkur við þetta. Hvað finnst þér, Jón? Er eitthvað svona sem að kemur upp í huga núna? Hvað finnst þér? Já, ok. Þú ætlar sérst að aðeins að taka egóið til hliðar núna og tala minni síðast. Ok. Já, takk, Hrafnkatla mín. Það er nefnilega þannig að það er með egóið eins og allt að þetta er ótrúlega lúmskt og læðist aftan hana mín. Í síðasta þætti, eða fyrsta þættinum okkar Hrafnkatlu, að þá lét ég egóið svolítið temja mig áfram af því að ég hef mikla svona meðfædda athyglistorfu og tala rosalega mikið. Og þá talaði ég miklu meiri heldur Hrafnkatla og núna ætla ég ekki að gera það. En ég er alveg hjartanlega sammála þér, Hrafnkatla, þar sem þú sagðir með egóið og við erum búin að ræða þetta svolítið og þú ert með rosalega áhugaverðar pælingar í sambandi við að einmitt eins og þú komst inn á þarna í upphafi að egóið er alveg nauðsynlegt. Já, það er það. Og það er gott. Já, það er í rauninni, við getum kannski sagt að við getum sagt að egóið gerir okkur kleift að komast úr einingunni. Í einingunni þar sem við vorum áður við komum hingað. Að samskapi erum við á leiðinni þangað aftur í eininguna. Þannig að þetta er, við getum sagt þetta er þarna ákveðnir svona 2 pólar. En svo er það með egóið að það hjálpar okkur að, já, við getum sagt starfa og framkvæma í jarðlífinu. En svo hefur það svona ýmsar, hvað við segja, erfiðar og svona neikvæðar myndir eða hluta. Það vill halda okkur í ótta. Það vill halda okkur í dramatík. Og það vill stjórna. Og leiða okkur áfram. Þannig að við erum að það er svo sem ekkert skrítið að þetta sé svona svolítið darraða dans, af því að við erum að reyna að komast í einingun aftur.
En á sama tíma, þú veist, þurfum við að eiga við egóið og við köllum þetta líka lægra sjálfið. Og sumir kalla þetta monkey mind, það hefur örugglega einhver svona heyrt það, þú veist, hugtak. En það skiptir í rauninni ekki hvað við köllum þetta. Þetta er í rauninni það sama. Já. Og hérna, sko, egóið það vill hafa okkur, egóið lægra sjálfið, það vill hafa okkur í fortíðinni. Það vill festa okkur þar að við sem að velta okkur upp úr hlutum sem að við erum kannski ekki sátt með og alls konar svona. Og allir eiga svona einhverja hluti. Svo kemur einhver tímapunktur í lífinu okkar. Þegar við finnum að ok, við viljum fara að ná einhver stjórn. Og þetta er kannski ekki svona meðvitað, þú veist, að jú, nú ætla ég að fara að ná stjórn á lægra sjálfinu eða egóinu. Þetta er svona ákveðið ferli. Já, ég verð að segja fyrir mig, sko, að eins og ég hugsa í dag með egóið, lægra sjálfið, sko, við verðum aldrei losna við það. Nei. Með verið mér-lífinu. Leiðum við komum hérna, erum búin að umbreytast úr jarðlífinu, þá losnum við það leið. En með að við erum hérna, þá, þú veist, ég sé þetta alltaf fyrir mig svona myndrænt, eins og, þú veist, þetta sé hérna, lægra sjálfið, svona smekkleg og settleg handtaska, eða egóið, og ég bara leyfi henni að vera hérna með mér, hérna til hliðar. Hún fær að ferðast með mér, eða það. Já. En það fær ekki að stjórna lengur. En það stjórnaði hjá mér alveg bara fyrir hluta ævinnar, sko. Já. Fyrstu 20 árin eða rúmlega það. Þannig að ég sé þetta fyrir mér, svona handtaska. Það er nefnilega mjög góð líking vegna þess að handtaskan geymir það sem við þurfum á að halda og við þurfum á egóinu að halda til að svona þroskast, til að geta skoðað okkur sem einstaklinga og til að geta svona, já, lært svona með okkur sjálfum, til þess að geta horft á lífið og hugsað og upplifað vegna þess að ég segi og veit að þú upplifir það sama Hrafnkatla að við eiginlega svona horfum, við erum bæði svolítið skrýtin, sko, við svona horfum á lífið svona sem bæði áhorfendur og þáttakendur, þannig að sko egóið hefur ekkert að segja lengur, það er að segja að það er ekki ríkjandi lengur, af því að sko það eina sem að það gerir er að leyfa okkur að njóta og það er svo stórkostlegt að njóta þess að vera til þegar maður er ekki háður stjórn egósins sem að felst í því að ef að ég geri einhver mistök eða sama hver að þá líður okkur alltaf svo illa því að þá erum við alltaf svo hrædd að vera dæmt og þess vegna erum við alltaf að ljúga okkur út úr hlutunum og allt þetta, en við þurfum ekki að vera það er miklu betra bara að viðurkenna heiðarlega ég hagaði mér eins og ég átti ekki að haga mér, ekki verið neinni vörn og þannig líður okkur best. Við erum ekki lengur þrælar. Nei, akkurat. Já, einmitt. En þetta er dálítið magnað, sko, þú veist, ef við getum kallað þetta svona dans. Þú veist, við erum að dansa, já, við egóið og dansa í átta einingunni. Já. Og þú veist, eins og við höfum farið inn að, þú veist, þá höfum við öll svona, já, mismikla en óljósa minningar eininguna. Og það er náttúrulega, sko, er allt kyrrt. Já. Og það er friður. Og svo erum við komin hérna og erum, sem sagt, já, að kljást við egóið og það, þú veist, skapar okkur alveg gríðarleg lærdómstækifæri.
vesen og stuð og fjör. Jú. En á sama tíma erum við að finna línuna eða einhvern þarna finna línuna inn í eininguna. Já, af því einingin svo óbúslega falleg og það svo mikil fegurð að geta horft út úr gluggann, horft á fuglana fljúga, horft á trén, horfa á grasið, horfa á himininn, finna að þetta allt saman hluti af mér og ég hluti af þessu. Þetta fegurðin í jarðlífinu, 3D í egóinu, að finna þetta og njóta þess. Og ef ég hefði ekki egóið, þá myndi ég ekki njóta þess, þú veist, og þá væri ég bara, þú veist, í fullkomnum samruna með öllum sem eru þarna og þá engin aðskilnaður og þá, jú, allt saman voru fallegt og gott en það líður einhver vel og engum illa. Nei, það og svona þetta flæði og hlutleysi. Einmitt, já. En það svona, maður kannski spyr sig að því hvernig maður getur fundið út, sko, hvort maður meir í læra sjálfinu eða æðra sjálfinu. Já, það, sko, þú getur rauninni bara, við sjáum bara rauninni hvernig við erum að hugsa hverju sinni. Þú veist, ef við erum að dæma, þú veist, ef við erum í ótta, þú veist, ef við erum að hugsa að við séum ekki nógu góð, þá erum við í læra sjálfinu. Já. Og það í rauninni tekur okkur ekki langan tíma eða mikla orku að svissa yfir. Nei. Það rauninni að elska okkur, byrja á því að elska aðra, hætta að dæma okkur. Já. Það þetta sviss. En þú veist, eins og ég segi þetta svo auðvelt, þetta samt ekki auðvelt. Þetta ekki auðveldur dans. Það auðvelt að segja það. Ef þetta væri mjög auðvelt að svissa þarna og vera meira í æðra sjálfinu, að það væri við svo sannarlega náttúrulega bara alltaf þar. Þannig að Já, mér langar til að koma með aðeins annan vinkil á þetta. Endilega. Sko, eins og ég sé þetta, það sko, náttúrulega kosturinn sá að við sjáum ólíkum augum. Sko, þetta góðu vinkil sem að þú kemur með. En ég sé þetta þannig að, sko, mér finnst gaman að vera í 3D og svona finna þessar, og oft fer ég bara meðvitað á 3D eins og þú veist mjög vel, ég hef oft rættað og við hefum oft rættað, sko, til þess bara að hafa svolítið gaman og við kallum það stundum svona að flippa og djamma. Já, einmitt. Sko, það gaman en svo líka erum við nú aðeins farin að upplifa það upp á síðkastið að það ekki eins gaman að festast lengi í því. Nei. Þannig að þetta svolítið dans og sko, og ég gerir mig grein fyrir því að ég get ekki svarað þessari spurningu endanlega með egóið. Þetta svona samtal sem að við eigum og vonandi þið sem að horfið, sko, að við leyfum okkur að taka samtalið saman. Við Hrafnkatla ræðum þetta núna, svo hlustið þið, vegna þess að þannig finnum við sameiginlegar lausnir. Af því að það líka allt í lagi að segja ég veit ekki og ég veit ekki. Já, algjörlega. Það bara gott. En það sem ég segja, sko, þú veist, það svo sannarlega margt í í þriðju vitinu á jörðinni sem mjög skemmtilegt. Já. En kannski ekki, þú veist, það sem var svona við höfum verið að fara eins inn á eins og, þú veist, dómarnir og ótti, þetta ekki beint skemmtilegt. Nei. Þú veist, það svo margt annað sem jákvætt. Alveg rétt, já. Og þetta fylgir dálítið læra sjálfinu, það þetta, eins og við getum kallað neikvæði hlutar, þannig. Já. Sem svolítið draga úr okkur lífsþróttinn. Svolítið, það gerir það. Jú. Á köflum. Það er alveg rétt. Já, og þannig að þetta já, þetta svona eiginlega, sko,
þessi dans í jarðlífinu, sko. Það sko, við erum að lýsa því eins og við upplifum það, sko. Já. Við getum náttúrulega bara lýst okkar upplifum, en ég til dæmis heyrt og séð við að svona upplifun margra mjög ámáta. Þú sem ég tengi mig við. Já. Það bara svona margt rosalega svipað, sko. Þannig að en það sko, þú veist, heldur þú að það komi einhver án egós í jarðlífið? Það komi einhver og það sé... Nei, ég sko... Nei, hvað myndir þú halda? Sko, það sem ég hef fengið, sko, að já, sko, ég ræddi þetta einhvern tímann við Jesú. Já. Og þá sagði hann mér að hann hafi verið með egó og kom með dæmi. Já. Að hann var orðinn leiður á sem sagt fólkinu í kringum sig. Já. Og honum fannst svo mikil grimmd og honum leið illa á jörðinni og hann getur aldrei hugsað sér að koma aftur til jarðar. Og hann segir, það bara örugglega vegna þess að ég fer svo mikið í 3D þegar ég kem á jörðinni, ég get bara ekki höndlað jarðlífið. Þú veist, þetta sagði hann við mig svona efnislega en nota bene, af því að við þurfum líka að sýna auðmýkt að það mjög gaman að ég segi þetta sem ég upplifa að Jesú hafi sagt, svo eru fleiri sem að tengjast honum og ef við berum saman bækur okkar að þá getum við komist dýpra í það, en ég held að sko með það sem ég hef fengið frá ljósinu að ástæðan fyrir því að svona ákveðna ljósverur, sem sagt þessir erkienglar og svona geti ekki komið til jarðar, að því að þeir geta ekki höndlað egóið, af því að við þurfum að hugsa líkamann okkar, við þurfum að borða, við þurfum að drepa dýr og svona, en þeir eru það mikil ástæða, þeir geta ekki skaða neitt, þeir geta ekki meitt neitt og hugsanlega gætur ekki gengið á grasinu því að þeir myndu heyra neyður á grassins að það þjáist undir fótið þeirra. Þetta kannski svolítið dramatískt hjá mér, en ég held að fólk skilja alveg hvað ég að meina. Já, þetta mjög gott. Þannig að svona, sko, að því að tilgangur lífsins að læra, að þá þetta það sem ég segi núna að ég efast að það komi nokkuð til jarðar án egós. Já, það væri svo sem ekki heldur mikil tilgangur. Nei, Guð minn almáttugur, það væri hundleiðilegt á jörðinni að hafa ekkert egó, þá myndi maður ekkert njóta þess. Nei, til þess erum við að koma hérna. Já. Til að upplifa þessar miklu andstæður, þessar miklu sveiflur. Já. Og þessi dans, mér finnst það stórkostlega orðað hjá það kalla að við erum alltaf að dansa á milli 3D og 5D. Já, einmitt. Og svona þjálfa balansinn eins og þú orðar svo skemmtilega. Já, en það svona, þú veist, það vert að tala svona varðandi egóið, svona, já, ákveðnar svona gildrur. Já. Það þarna svona, það sem þetta detta á ný. Já. Ég held að tengi allir við þetta. Ég já, þú veist svona, ég hef alveg upplifað það sjálf að halda að ég væri bara orðið laus við allt egó. Já. Og eða svona, þú veist, hún að minnka það mjög mikið, ég ætla að gera mig grein fyrir að kannski maður losnar aldrei alveg við það, En það var einhvern veginn, já, það var bara langt í frá einhvern veginn. Já. Sko ég held að það alltaf mín reynsla þegar að mér finnst ég vera komin nálægt fullkomnun. Já. Og þú hefur nú eins og þú sjálf veist oft kippt mig svona svolítið niður á jörðina og ég mjög þakklátur fyrir það. Að sko þá gott að láta svona kippa sér niður af því að egóið einmitt svo hættulegt og sko einhvern tímann að þá
Já, það var hérna á tímabili fyrir nokkru að þá fannst mér ég vera komin upp á gríðarlega háa tíðni. Já. Og upplifði mig bara alveg rosalega svona mikinn hátíðni mann. Og mér var þetta mjög gott. Og ég segi svona við alheimsmóðurinn að Guð, hérna, er ég ekki komin upp á svolítið háa tíðni, er ég ekki að verða svona vaknaður? Og þá kemur bara svarið mjög beinskeytt að ef þú verður komin upp á mjög háa tíðni og vel vaknaður og þá þyrftir ekki að spyrja svona spurningar vegna þess að hérna, raunverulega sko, það er mín kenning núna, svona í framhaldi af spurningunni á Hrafnkatla, að þá held ég að við séum ekki svona á svona frekar lágri tíðni hérna á jörðinni, einmitt til að læra og það er allt í lagi. Núna þetta mér ekki í hug að segja að ég sé á hárri tíðni því að hérna, ef ég myndi segja það þá væri ég þetta fastur í egóinu. Ef maður er á hárri tíðni þá skiptir það ekki máli. Já, við nefnilega hérna, höfum verið svolítið að leika okkur svona í flæði. Ég tengi við þessu upplifun. Já. Að halda, þú veist, þetta er svona að lýsa, ég tengi mjög svipað sko, þetta, nú er ég alveg ægilega hárri tíðni og þú veist, já. Þannig við deilum því. Þessum þetta er svona þessar gildrur eða traps. Já. Og það eru svolítið varasamar vegna þess að, og þess vegna er svo mikilvægt að hafa einhvern sem að, hérna, það ættu allir eiga eina Hrafnkötlu á, hvert heimili eiga eina Hrafnkötlu, svona til að halda sögurði. Og hvert heimili einn Jón líka. Já, þannig að við skiptum okkur. Algjörlega þannig. Við hérna erum svolítið grimmir hvort annað, en það verður að vera þannig. Sko, þegar að maður fer að halda, og það er mjög auðvelt, ég ætla alveg bara að viðurkenna það að ég hef mjög sterkar tengingar við ljósið og svona, og þá fær maður rosalega mikla visku, og stundum er það ósjálfrátt svo blekkjandi að maður fer að halda að ég sé bara orðið rosalega vitur og ég er vitrari heldur en aðrir. Já, og það er svo hættulegt vegna þess að þá er ég að skapa aðskilnað. Vitið það, ég vil vera hluti af sköpuninni, þú veist, ég vil ekki vera aðri eða óaðri, þú veist, ég vil bara vera hluti af allri sköpuninni og þannig líður mér best. Það er svo óþægilegur aðskilnaður að vera upplifa sig sem einhvern vitring sem maður er ekki. En ef við förum að taka þetta svolítið svona, já, hvernig það virkar oft í jarðlífinu, ef við sjáum mannesku og við svona skynjum, ok, þess, þú veist, vá, hún er rosalega mikið ego, þú veist, þetta ego er rosalega stórt, það er eitthvað bara, þú veist, í hegðunni eða sem hún er að segja eitthvað. Og að þetta er rauninu svona tvist. Þessi tiltekni aðili, það er alveg bókamála, það er sjálfsmatið lágt. Þú veist, það er eitthvað svona, já, sjálfsóanægja. Af því ef að þú ert rauninu viss með sjálfa þig, situr vel í sjálfið þér, þú veist, það þarfti ekki að vera blásaði upp eða hefjaði upp. Nei. Þannig að þetta fer svona einhvern veginn svona, þú veist, þetta er svona andstæðir pólar, sko. Þessi, hérna, skerta sjálfsmynd eða eitthvað og það er einhvern veginn upphefjum hana með að fara algjörlega oft á hinn pólinn. Og virka sem er svona mikið ego, og ég get sagt þetta því ég er að tala um eigin upplifun. Þú veist, í gamla daga og svona, þú veist. Þannig að þetta er ekki bara eitthvað sem ég las eða eitthvað, þetta er mín upplifun sem ég lýsa. Þú veist, ég bara, og hérna, og þetta var svona, þetta var hjá mér óbúslega léleg sjálfsmynd, sem og kom þannig út eins og ég var með rosalega stórt ego og hérna, jafnvel á tímabili var ekki að heilsa fólki og veist, alveg bara þangað, sko. Og ég bara finn bara, ég er að tala um þetta núna, nei, þú veist, það er pínuskömm, miklu minna en ég hafði, því ég er bara að reyna að elska öll tímabil og alla parta mér, og mér finnst þetta ótrúlega hallarslegt, sko, núna þegar ég hugsa um þetta, en ekkert mikil skömm, sko, en þá, yfir þessu, því fyrst þetta pínu fyndi núna líka og grútlegt, en, þú veist,
það er svo fyndið hvernig margt svona, við förum svona svo andstæða póla, eins og þarna. Já. Ég tengi bara... Þú veist, já, þetta var bara alveg fáránlegt, sko, á köflum. Já. Já. Ég bara, já, við verðum bara hálf svona, já, skömmustulegi þegar að rifja þetta upp, sko. Ég skil það vel, af því að ég hef átt svona tímabil líka. Já, ok. Sko, ég hef svona ákveðna eiginleika sem að þykja eftirsóknar verðir. Er ágætur í músík og var aðalpartiljóni í gamla daga og svona hef gaman af að segja sögur og spjalla og gengur ágætlega hef ágætis frá svona gáfu. Heldur betur. Já. Þetta svona virkar svolítið eflandi fyrir egóið, þannig að ég átti heilum tímabil þar sem að ég bókstaflega kjaftaði alla í kaf, var fljúgandi mælskur og allt þetta og já, bara valtaði yfir fólk. Já. Og ég átti líka tímabil þar sem ég heilsaði ekki fólki og ástæðan fyrir því var sú að ég óttaði svo mikið höfnun, ég óttaðist að fólk myndi ekki heilsa mér til baka af því að á þessum tíma, sko, ég á myndi frá þessu tíma og ég var alltaf glæsilega klæddur og leit rosalega vel út og það kallar þú verið ábyggilega að sé þessi myndir alveg bara rosalega myndalegur og þarna voru stelpur flautandi á eftir mér og svona hvað sem ég fór. Mér hefur aldrei, held ég, liðið eins illa innra með mér. Sko, það vissi enginn hvað var í gangi innra með mér. Ég var barn sem hafði lent í miklu einelti og ég var alltaf útundan, átti eða gekk illa að eignast vini, komst ekkert inn í hópinn og fékk að heyra að ég var í skrítinn og allt þetta. Og þetta hafði þau áhrif á mér að sjálfsmynd að ég bara fyrirleit sjálfa mig. En ég vildi ekki að neinn annar sæi hvað ég væri virkilega lélegur karakter og þess vegna var ég andstyggilega hrokafullur og óþolandi. Já, einmitt. Það var eins og þú takir þá hæfileikana þína, þú veist, og alveg bara einhvern veginn, hvað að segja, þú veist, það verður allt svona dálítið uppblásið, eins og þú veist að tala. Já, í staðinn fyrir að leyfa þessu kannski bara flæða svona rólega, mjúklega, sko. Þú veist að þá bara verður þetta alveg bara eins og þú veist að lýsa, sko. Nei, ég meina, þú veist, ef ég kom í partí og var einhver að spila á gítar í partíinu, þá satt ég og hlustaði og svo bara erum að svo gítarinn. Af því ég kann svona nokkuð trikk eins og veist, sko. Og hann lét mig á gítarinn og þá byrjaði ég að taka einhver svaka sóló og eitthvað svona rosa blús. Og þá náttúrulega allir bara, hvað hún er klár, þú veist, þessi bara getur ekki. Og þá var ég bara að koma með gítarinn og farin að taka fersli og allt þetta og hinn náttúrulega leið rosa lítið og þá var ég bara niðurlægja hann. Já, í staðinn fyrir að leyfa hann að njóta sig. Alveg rétt. Þú veist, svona var ég og ég get alveg sagt það sama og þú Hrafnkatla að ég er ekki stoltur af þessu í dag. En ég fyrirgef mér samt vegna þess að ég hef lært af þessu. Í dag vil ég frekar stækka aðra, sjá aðra vaxa og ef ég get hjálpað einhverjum að vaxa, þá er ég þakklátur fyrir það vegna þess að það hafa svo margir hjálpað mér að vaxa og ég þarf á öðrum að halda. Algjörlega, já. Þetta var alveg magnaleg saga, eða frásögn, fannst mér. Kannski að því líka ég tengi svo mikið við hana, sko. Þannig að við hefum verið í miklu slagsmálum, bardaga, við egóið, læra sjálfið. Já, við Það hefur verið teknar nokkrar orrustur. Ó, já. Gegnum árin. Hokin í reynslu, við erum bæði hokin af reynslu í yfirstjórn lægra sjálfsins vegna þess að það hefur sko stjórnað okkur báðum lengi. Mikið rosalega gott að vera laus undan þeim áhrifum. Já, ég meina það er bara hérna. Já, það er bara í handtaskunni. Ég þarf að fá mig svona. Já. Hvar fæst þetta? Já, þú getur fengið þessi bara. Er það? Já, svona. Átt þú aðra?
Já, ég Það er ok, nóg að þessu. þetta flott, þá fæ ég að hafa þessa sko og vera bara með og Þá fer það bara að vera þarna til hliðar. Já, þá set ég svona egoið bara hérna onni sko já. Og svo ef mér langar til að svona gleðja ykkur eða eitthvað svoleiðis, kannski með músík eða syngja fyrir ykkur og svona, þá tek ég kannski söngkæfileikar hérna og bara, en svona bara pennt. Já. Ekkert að ég sé að valda yfir fólk eða þykist eitthvað flott og bara svona hæmi langar til að gleðja þér svolítið, syngja eitt lag fyrir og þá bara já, takk. Svo syngi ég bara og svo bara og það er svona auðmjúkur alltaf sko, þú veist. Þannig að það er gott að takk fyrir þetta. Já, bara. Þá bara fer ég að raða í töskuna svona egotengd og svona sem að ég hef svona stjórn á sko. Já. En það fær ekkert að stjórna neitt. Nei, það bara þarna. Það gott. Já. Þetta kom til mín svona bara myndrænt í hugleiðslu. Já. Þessi taska svona, þú veist, læra sjálfið. Já. Eða egoið, bara taska sem ég hef hérna. Og mér finnst það mjög áhugaverð samlíking. Svona að þá þýðir það að þú ert stjórnandinn, þú átt egóið. Já, og í rauninni, þú veist, myndrænt og í rauninni ekki, og ekki bara myndrænt, getur þú náttúrulega tekið töskuna af þér. Þú getur það. Já. En ég hef ákveðið að leyfa því að ferðast með mér. Já, en sko... En það stýrir ekki lengur. Já. Sko, hérna... Ég hef ákveðið það. Já. Ég myndi, sko, ég hef svolítið gaman af... Jarðlífinu, þessu flippi. Þessu flippi, Ég hef orðið vör við það. Svolítið vör við það. Já. Eins og ég er ekkert viss að ég myndi vilja fara núna, þú veist... vera laus við allt þetta bras, fara bara upp í 50 vítina eða hvert, við maður vita hvert þarna eitthvað upp á himnesku sviðin. Nei, ég er ekki viss, þá myndi ég bara sitja þarna og flæða og... Já, þá er það líka svo leiðilegt. Já, ég bara, svo gaman að ég væri farin þangað. Já, einhverjum ástæðum, skilur, sem bara eins og lífi gerist. Og yfirleitt er allt planað fyrirfram og svona, við förum ekki að skýra út í það núna, það er efni heila þátt. Sko, en hugsa að ég væri þar og þú væri hér. Já, þá myndi... Hvað myndir þú gera þá? Þá verði sögulegur atburður í alheiminu, sko. Nú? Það er í fyrsta skipti sem að, lifandi jarðnesk vera myndi ofsækja framliðin. Já, ekki öfugt. Já, ég myndi vera með bullandi draugagang þá ég myndi pota þér á 30 eftir. Já, akkurat. Já. Einmitt. En ég segi sko líka að við þekkjum. Þetta er auðvitað bara grín. Já, nú er ég svo mikið að spá spöglar út um allt sko. Ég myndi segja, og það sem ég hef upplifið og svona, ég get náttúrulega bara að tala um það, svo að sé eitthvað viti í því allavega, að sko, við þekkjum í rauninni eininguna betur. Já. En jarðlífið. Já. Við þekkjum hana betur. Já, við höfum oft rætt þetta. Já, við þekkjum hana betur. Þannig að, sko, þess vegna er þetta bara oft svolítið flókið hérna. Já. Flókið fyrir okkur að fóta okkur. Það er það. Ég held að það sé oft svona fyrir okkur sem að erum andlega, eða sem sagt erum svona bara andlegri heldur í gengur og gerist. Þetta er rosalega flókið og erfitt fyrir okkur. Þess vegna öfunda ég alltaf þessa jarðnesku sálir sem að bara pís og keik að framkvæma allt saman sem að mér finnst alveg rosalega mikið mál. Já, einmitt. Já. Af því að það er líka kannski svolítið mikilvægt af því að við höfum rætt svolítið stigskiptinguna og það viðkemur auðvitað egóinu að sko stigskiptingin er til þess að styrkja egóið. Þú veist að einhverjir svona einstaklingar sem að þurfa athygli að þeir búa til svona prógram. Þú veist að það er rosalega flott að vera svona og það er rosalega flott að vera svona en það er ekki flott að vera svona og þeir sem eru svona njóta engra virðingar og verðskulda ekkert nema bara fyrirlit. Já. Sko, það er nefnilega svo mikilvægt að vera meðvituð að
stigskiptingin ekki til. Það raunverulega ekki til neitt sem heitir æðra sjálf, lægra sjálf, hátíðni, lágtíðni. Þetta allt saman bara ólíkt. Þetta bara fjölbreytni sköpunarinnar. 3D ekkert annað heldur bara efnið. Þannig að leið að við komum í efnið þá erum við bara komin á 3D. 5D andlegt og þetta. Það ekkert verra og ekkert betra. Þú veist, það ekkert merkilegra að vera andlegur eða efnislegur. Einmitt. Já. Þetta einmitt þetta tvist. Sem við svolítið farið inn á. Með við höldum að 5. vítin sem merkilegri en þessar lægri, sko, þá erum við ennþá föst. Já, það nefnilega svo. Já. Þetta tvist, sko. Einmitt, já. En svo eins og, sko, eins og þú veist, þegar við erum að setja upp svona þátt, við viljum vera meðvituð þessa stigskiptingu, en við þurfum samt einhvern veginn að tala sko, egóið, þetta lægra sjálfið, æðra sjálfið, og þetta líka hugtök sem að flestir þekkja og kannast við. Að þá svona, stundum sko fyrst mér þetta bara sko svo flókið að ég bara næ ekki upp í það sko að finna út úr þessu öllu sko. Af því ég vil vera meðvituð að vera ekki með stigskiptingu, en einhvern veginn þarf ég að tjá mig. Ég veit það. Þú veist, þú gerir mig skiljanlega. Það stundum bara hugsa ég bara, ætla að vera gott fyrir mig bara að þegja. Bara vera. Nei, þú veist, skilur hvað ég meina? Já, alveg nákvæmlega. Af því að þú veist, Ég nefnilega að lenda í nákvæmlega þessu sama sjálfur. Þess vegna ég fann að þegja svona mikið og skrifa svona fáa pistla því ég bara, og það bara þessu orðfæri. Ég ekki ánægð með að fara að þegja, sko. Nei. Það gott að við ekki með límband eða allar. Og það eflaust, og ég bara veit að við fleiri, sko. Já. Bara marga fleiri. En auðvitað, ef þú vilt gera, þá náttúrulega bara styðja það. Ég styðja allt sem þú vilt gera. Já, og það yrði bara svo leiðinlegt. Þannig að ég held ég fari, en þetta hins vegar, sko. Þetta svona, þetta mjög tricky. Það það. Og það líka svo gott að tala það sem tricky. Vegna þess að okkur hættir svo til sem að höfum svona verið að þvælast mikið í andlega heiminum eins og við Hrafnkatla að sko festast í að vita en ég man Hrafnkatla og það var stórkostlegt tímabil sem við áttum saman í flæði þegar við fundum að við vissum ekki neitt og vorum ekki neitt. Manstu? Já, ég man nákvæmlega. Já. Það vegna þess að og þá höfum við örugglega komist í 5D, 12D eða hvað það kallast. Já, algjörlega. En það var svo mikill friður, þú veist, við fundum ekkert, vorum ekkert. Einmitt. En þá gátum við líka notið þess að vera, þú veist, vera ekkert, skapa allt úr engu, byrja svona nýja hringrás og hringrás upplifana og sjá lífið í víðara samhengi. Algjörlega. Já, þetta gleymist nú seint. Nei. Eða þú veist, aldrei. Nei, þetta var stórkostlegt. Sko. Já. Þannig já. En svo var gott að komast svona niður jörðina, eins og maður segir, aftur. Já, það þetta var svona, það máltæki mjög sterkt átti vel við þarna. Ég skildi það svo vel, þetta máltæki, sko, að komast niður jörðina. Já, alveg rétt, já. Þú veist, eftir þetta. Já, en þá var það líka gott. Þá var það gott, já. Mjög gott. Já, af því að raunverulega jörðin óbúslega ástríkur og fallegur staður og við erum alltaf að tala niður mannkynið ég skal fá hennar núna. Já, við skiptast á að vera með lægra sjálfið þurfa með lægra sjálfið í tösku. Já. Svona. Þannig að þegar ég ekki með lægra sjálfið þá ég bara í 5D kannski. Já. Nei. Að það að sjá fegurðina í jarðlífinu, elska 3D, þannig líður okkur betur. Allavega mér líður miklu betur að elska alla sköpurinn og finna að ég
hluti af öllu sem en svo finnur auðvitað hver fyrir sig hvað hún líður best með. Já, algjörlega. Hvernig var að vera með límbandið? Það var góð áminning. Já, ok. Já. Nei, sko, það er bara þetta. Þegar maður hættir að láta egóið þvælast fyrir sér, þá er voðalega auðvelt fyrir mig að viðurkenna það í fyrsta þættinum okkar Hrafnkatlu, þá talaði ég allt of mikið og þegar maður talar allt of mikið þá er maður upptekinn af egóinu og þá er það bara að stjórna og þá er bara að, þú veist, vera ekkert að dæma sig, vera ekkert að ergja sig, ok, þetta bara gerist hjá mér og þá er bara að gera betur og núna er ég búinn að gera eitthvað stóra greiða því að nú hafið þið tækifæri til þess að njóta þessar gríðarlega miklu visku sem að Hrafnkatla hefur sem að ég er mjög meðvitaður og hef fengið að heyra og njóta. Það vantar nú ekki hérna. Já, af því að það er voðalega einhæft að heyra bara í mér og það verða allir þreyttir á mig fljótlega því að ég var svo yfirþyrmandi þegar ég er í stuði, sko. Ég elska þetta stuð. Já. Þitt, þú fer í stuðið. Já, ég gerði það. Takk. Yes. Þannig að ég vona að svona, já, við höfum svona gefið ykkur dálítið skýra innsýn af okkar upplifun af egóinu. Þetta sé svona, já, svolítið svona skýrt það sem við erum að setja fram, það skiljið okkur og svona. Það annars má líka alltaf, það má alltaf koma með spurningar. Já, bara endilega. Komment. Já, við erum að setja læksíðu í lofti sem heitir Einingin og allir velkomið að koma með svona athugasemdir og debatt og skilaboð og svona. Af því að sko, eins og Hrafnkatla sagði, þetta er svo tricky hérna á jörðinni með egóið og allt þetta. Ef við myndum líta svo á að við værum að kenna ykkur mjög mikið og þið hefðu svolítið gott að því svona íhuga okkar orð, þá þýðir það að við erum rosalega upptekin af egóinu, sko, og þá þýðir það að við erum ekkert mjög svona þroskaðar verur. Einmitt. En það er svona, sko, ég verð að segja fyrir mig að mér finnst, sko, ég held ég hafi enga þörf fyrir að kenna neinu neitt, en mér finnst, sko, mér er svo gaman að deila það sem ég hef upplifað. Og þess vegna, þú veist, langaði mig og langaði okkur að gera svona podcast. Af því mér finnst margt svo magnað sem að hefur gerst. Og mér finnst svo gaman að deila því. Þú veist, það er bara svona, já, kannski get ekki sagt þessi eigingirni, en þú veist, mér finnst bara gaman að deila. Ég vona að einhver hafi gaman af, þú veist, en það er bara, þú veist, já. Og það er nefnilega, og þetta er alveg rétt og alveg hárrétt hugsun. Og ég er svo sammálaði að við erum að deila af því að við trúum því og við erum bæði sannfærð að við erum öll eitt og þið sama. Þannig að við erum bara að deila okkar pælingum með bræðrum okkar og systrum og við höfum líka rosalega gaman af að hlusta á pælingar bræður okkar og systra. Þú veist, það gefur okkur rosalega mikið og... Já, ég meina ef það kemur út eins og hefur það gríðarlega svona mikið flæði af, þú veist, podcastu núna og svona það sem hefur verið að koma inn eitthvað andlegt. Og svona, og ég drekk þetta allt í mig, allt sem kemur inn. Ég hlusta jafnvel margoft á einn og einasta þátt, að ég er svo gaman að því, þú veist, hvað allir aðrir eru að segja og upplifa, sko, lýsa sínu. Og það er svo rétt og ég svona held og Hrafnkatla við, sko, spurning hvað þér finnst það, við höfum svona aðeins rætt þetta, sko, ég upplifa það svolítið sterkt að tími gúrúsins, kennarans, sterka leiðtogans, hann sé liðinn vegna þess að við erum orðin það þroskuð. Við erum
örugglega komin á 5D raunverulega ómeðvitað, þannig að við viljum ekki lengur hafa leiðtoga, gúrú sem með öll svörin, þú veist, af því að ég kennari og gúrú, en ég líka nemandi, þú veist, eins og í okkar dásamlegum samskiptum, þá ég stundum kennari, Hrafnkatla nemandi, og svo verður hún kennarin og ég nemandi. Og þetta bara mjög gott jafnvægi í þessu, og svona á þetta að vera, vegna þess að við eigum ekki að vera að setja fólk á stall. Einmitt. Algjörlega. Við gerum því bara slæmt með því, þá erum við bara að næra ríkjandi ego og læra sjálfið hjá því. Já, af því það rauninni, sko, já, það hefur enginn einn, sko, einhvern tala gúrú eða hvað, þú veist, einhvern veginn svör eða svör fyrir alla. Nei. Við, þú veist, við förum á stjá og við hefjum leitina og við tökum svona til okkar eitt þarna og svo eitt þarna og já. Svo verður til eitthvað svona púsluspil. Já. Þannig að það enginn, þú veist, já. Þannig að, en það var nú svolítið svona bara hérna á, árum áður og kannski öldum áður, það var einmitt þetta gúrú þema út allt. Já. Það var líka svo mikið, þetta bara svona, ég ekki að segja þetta sé alveg að sama trúarbrögðin, það var alltaf þetta svona, og jafnvel ómeðvitað í okkur mannkyninu, ekki endilega meðvitað, alltaf verið að stýra. Endalaust verið að stýra. Alveg, já. Og það er alltaf einmér af þessu ennþá, sko. Þó að hafi lagast mikið, sko. Alltaf að vera við stjórn. Þannig að, já. Eitthvað sem við viljum bæta við EKF? Mér finnst ég hafa svona, það er örugglega eitthvað sem ég er að gleyma, sem að ég myndi vilja segja, en mér finnst svona hafa tæmt brunninn svona að þessu sinni. Já, veistu, ég er alveg sammálaður að ég er óskaplega þakklátur öllum sem að gefa sér tíma til að hlusta á okkur og það er nefnilega þannig að þá erum við tengd á sama leveli. Ég tala, þú hlustar. Ég gæti ekki talað eða vildi ekki hlusta. Þannig að ég er innilega þakklátur öllum þeim sem að hafa hlustað á okkur og hlakka til að tala við ykkur næst. Já, það er nú bara stutt í næsta þátt. Já. Og það verður eitthvað spennandi þar. Örugglega. Já, það verður eitthvað. Þannig að bara, nú segir maður eins og sagt ofta út á stöðunum og þáttunum, stay tuned, mín kæru. Stay tuned og takk fyrir mig. Takk í dag. Bless.